Ollie Murs sló í gegn í, breska X-Factor á sínum tíma. Minnir hann lendi í 4. sæti eða eitthvað álíka, hann vann þetta nú ekki. Hann orðin gríðarlega vinsæll í Bretlandi. Lagið heitir Army of the Mætti minn í stúdíu og það gestastjórnandi í dag og hún heitir Þórunn Antoni, verður velkomin. Takk kærlega. Hvað segir þú gott? Ég er bara svona rosalega hress. Það er ekki, voðalega lætir í þessu lagi hérna. Já, þú ert hress. Það er ekki örugglega kveikt á mækniðinu, maður sé að tala aðeins. 1, 2, 1, 2. Já, þarna ertu. Herri, verður velkomin. Takk kærlega. Þú hleypur hér í skarðið í rauninni fyrir Bjössa, sko. Fyrir Björn Braga. Hann nefnilega, Sveppi kom í gær. Já. Og þeir ætlaðu að svissa, hann og Björn Bragi, nema það, svo komst Björs ekki í dag. Þannig að, ég er eiginlega svona mínum að fá besta stjórnandan úr Tindu-kynslunum sínum tíma. Nákvæmlega. Fyrir þennan þátt. Lýst mér vel á þig. Já, það er líka, við höfum alveg rætt áður hér í þessum þetta. Það er allt og lítið kvenfólk og þessna er virkilega gaman að fá þig inn í þáttinn. Takk fyrir. Og það er nóg að vera hjá okkur í dag. Ég ætla að fara svolítið illa með. Ég er með 2 erfiða þrautir fyrir þig. Já. Allt annað er nú svona nokkuð saklaust ef ég var hreinskilinn. Leggum alltaf smá í einhelti þegar ég kem í heimsóttin. Já, það er ekkert bara þú, sko. Verða að fara að ræða þessi mömmuna. Já, það er enda, við ringjum nú reglulega í hann í þessum þætti, þannig að það er eins og sem ekkert skrítið fyrir hann að þú myndir ringja. En ég ætla að láta vera í dagskrárlið sem er mjög vinsæll hjá okkur Pétri, sem heitir Leggja orð í munn. Já. Og það er svona, ég útskýri þetta betur fyrir ára eftir, en það er svona þýðir að þá ertu basically bara að taka upp venjulegt símtal. Já. En svo er ég að svona bæta inn orðum fyrir þig. Okay. Eins og, veist, með klæjar eða hvað ert að gera eða eitthvað svona. Þú ert í venjulegu símtali en færð svona setningar inn í. Já. Svo vill ég ekki útskýra fyrir þér hina þrautina því að hún er viðbyður. Okay. En við komum betri inn á hana hér á eftir. Við erum líka með sturlaðar staðreyndir. Svo þarf það að segja með bucketlistæðin. Okay. Það eru sem sagt einhver 5 atriði sem þú vilt gera áður en þú deyrð. Já. Eða sparkar í fötuna eins og ég kallaði þetta í Bandaríkjunum. Þú erum ekki kallað það hér á Íslandi? Nei, ég hef aldrei heyrt það. Nei, er til eitthvað orðið við bucketlist hér? Er það ekki bara 5 hlutir sem þú vilt gera áður og deyrð eða eitthvað svona? Jú, ég held það. Það er ekkert eitthvað fötulistin eða eitthvað svona. Fötulist. Það er ekki til það. Það er ekki til eins og lesa? Nei, ég held ekki. Nei, þannig að við fáum bucketlistan hennar Þórunnar, svo eru bara hér fasti liðir eins og venjulega á þriðjudum. En hvað er að frétta svona af söngkonunni Þórunni? Er ný plata á leiðinni eða? Það er, já, það ætli það ekki. Já. Ég ætla hann að, ég og Davíð Berntsson sem að við gerum músíkinu okkar saman, við erum allan búin að ræða að gera, 2 lög fyrir sumarið. Ok, svona einhverja sumarsmelli? Já. Já. Og og svo bara, maður er alltaf að semja og gera eitthvað og syngja. Já, ekkert búin að negla neitt svo sem? Nei, ekkert þannig. Nei, en hvernig semur þú? Spilar á gítar eða ert á píanó eða? Ég spila smá á gítar og smá á píanó. Ok, en svo þú ert að semja lög heima þér, ertu þá að glemra á gítarinn eða? Já, bæði og sko. Já, og píanó líka? Já, ekki samt bæði einu, það er erfitt. Já, ég skilji, það er bara pabbi minn sem getur það. Bara með 4 hendur. Já, alveg með 4 hendur, hann er kolkrabbi. En við förum betur yfir þetta allt saman hér á eftir, en það kom að fyrsta lagi þáttarins og Þórunn Antonía, hún fekk sitt óskalag hér. Það heitir Too Late, en bara svo vita, við getum ekki bara að spila lög með þér í dag, sko. Læsilegt lag, ég verð að gefa það. Þetta er bara eitt af mínum uppáhaldslögum á síðasta ári. Já, takk fyrir það. Too Late heitir lagið og það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Ég hef nú örugglega spurt þig þessu áður en ég er hún svo gamall. Ertu slúður drottning, Þórunn? Fylgistu vel með slúðri? Svona eins og maður gerir bara, þú veist, maður les fréttirnar og... Já, en ef þú ert á flugvelli, kaupir þér OK eða eitthvað svona? Nei. Volítið. Þú ert ekkert að sækjast í þetta? Man heldur aldrei, þú veist, svona eitthvað slúður sem fólk segir mér. Nei. Ég er volítið að tala Já, þú ert lítið að slúður aðra? Slúður aðra, já, mér finnst það ljótt. Já, það er ekkert annað. Já, það fyrir eftir hvað slúður er þess. Já, en ég meina, stundum heyrir maður eitthvað sem er rosa bitastætt og það er náttúrulega... Já, það er ljótt að segja það, sko. Mér finnst lélegt að vera slúður fólk. Já. Og maður er alveg bara svona, ég voða litið daburt. En svo þegar maður heyrir eitthvað sem mann finnst virkilega áhugaverð slúður, þá það gerir alveg eitthvað fyrir mann, sko. Já, Nú svo ljótt að segja frá því. En ég er endur ekki með neitt bitastætt hérna, sko. Nei. En ég er með ágætis slúður samt. Ég er með ágætis bakkanda. Ertu tilbúin? Já. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur hér frá, Taylor Swift, hvernig fílar hana, söngkonuna? Hún er bara alltaf í lagi. Já, hún er alltaf að syngja einhver svona sambandslit og eitthvað, það er alltaf eitthvað voðalegt vissan en hún er búin að eiga, sko, hún er 23 ára, hún er búin að eiga 7 fræga kærasta. Já, Jake Gyllenhaal og svona einhvern... Já, Harry Styles í One Direction og fleiri. En er hún ekki svona trúið og bandarísk og... Já, hún er svona ekta kanni, sko. Já, svona óskabarn bandaríkina. Já, svo semur hún alltaf lög gaurana sem hún hætti með.
og hún nafngreinir það, mér að segja í textunum. Já, þetta eftir einn sko. Og svo núna var hún að spila á Grammy-hátíðinni á sunnudaginn og þá ákvað hún að skjóta á fyrrverandi kærasta sinn, eða svona nýjasta fyrrverandi sem Harry Styles úr One Direction. Og hún segir í laginu We're Never Getting Back Together sem var með sami Jake Gyllenhaal, þá segir hún eitthvað he calls me up and I'm like en sko það sem hún gerði á Grammy-hátíðinni þá söng hún so he calls me up and he's like I still love you og gerði það með svona breskum hreim I still love you, eitthvað svona en svo og bandaríska slúðupressa vill meina að hún hefði verið að skjóta þarna Harry Styles sem væri kannski ekki frásögufærandi nema það að hún núna búin að fá endalaust af morðhótunum frá aðdáendum One Direction og gæti verið að Taylor Swift fyrir að loka Twitter og Facebook-reikningun sinni nú í smá stund því að þetta liður til að snar bila þarna þessar litlu skvísur sem að elska Harry sinn. Ég ánægði með þér, það eru að verja sinn söngvara þarna. Hún hefur aldrei verið með Justin Bieber það? Nei, ekki svo ég viti, en ég var með slúðurinn daginn að Rihanna og Justin Bieber, þau voru vist eitthvað saman. Ég sá það reyndar í einhverjum slúðufréttum. Þannig að það var vist ástæðan fyrir að Selena Gomez sparkaði Justin. En ég meina, hann ekki 12 ára? Nei, það nefnilega skemmtilega að við eldumst og hann orðinn 18 ára. Já. En ég reyndar, þetta góð punktur, ég horf alltaf á hann eins og sé 13 ára, ekki að ég sé að spá eitthvað í hann kynferðislega, en fyrir mér hann alltaf bara svona eitthvað 12-13 ára gutti, sko. Já. En hann var 18, verður 19 á þessu ári. Töffar á Lamborghini og eitthvað. Það eldist þetta lið. Herðu, svo það Alicia Keys, hún í smá vesinn núna gangvart sponsorið sínum. Hún sponsorið af BlackBerry símanum. Ég var einmitt alltaf með BlackBerry á sínum tíma. Viðurkenna að BlackBerry stríðið tapað, ég held ég að vera svo síðasti sem skipti yfir. En hún auglýsir BlackBerry, en það náðist mynda henni núna á Grammy í velunaháttíðinni, þar sem hún var að setja mynd á Facebookið í gegnum iPhone. Og það komið svona í blöðunum eitthvað, þannig að hún var svona að setja myndir frá hátíðina á iPhone-in sínum en sponsuð af BlackBerry. Þannig að ég hugsa að þeir verða ekkert alltaf hrifnir af þessu. Alicia Keys, ég hef alltaf verið pínu hrifin af henni. Já, mér finnst það rosa flott. Já, svona eðalpí eitthvað inn. En ég meina það eiga svo margir iPhone, hún gæti alveg hafa verið með iPhone einhvers annars. Vel gert. Þetta góðu punktur í þér. Hún gæti logið því. Að sinna hefur verið batteríslaus, hún hefði fengið lánaði af vinkonum sinni. Já, hvaðmlega? Þú ert góð í þessu. Þú hugsaði eins og popsönguna. Herðu, svo það John Mayer og Katy Perry. Hvað veistur það allt saman, Þórunn? John Mayer, hann ekki sleazy gæinn sem alltaf eitthvað að fara illa með góðar konur eins og Jennifer Aniston. Það hárrétt hjá þér og ég er mjög ánægð með þú ert að koma mjög sterk inn í slúðriðna, Þórunn. Ég verð að gefa þér það. Hann búin að deyta Jessica Simpson. Já, hann búin að vera með hellingaskvísum. Hann var líka með henni hérna sem var í, hvað hétt það, Who's the Boss, Alyssa Milano. Já, hún sætt. Já, hún var sætt. En hann núna með Katy Perry og þau eru vist að trúlofa sig. Nú, var hún ekki gift? Hún bara nýskilinn, Katy Perry var með Russell Brand hérna. Já, sem að eðaltöffari, sko. Og já, þau eru vist að trúlofa sig og verður ekki bara óskaðum allsins besta með það. Svo ég með meira einna slúðun, en þetta allt voðalega ómerkilegt. Beyoncé Knowles að spája að draga svo sviðsljósinu. Já. Sem enda leiðilegt því að það eðalpía. Hún algjör drottning. Já, hún ekki bara á toppnum, verður ekki að gefa henni það. Jú. Hún svona allra heitast að þetta var slúðurpakki dagsins, það sem stendur upp úr ekki neitt, byrst afsökunar. Oft erum við betri slúðurpakka. Fáum smá Calvin Harris. Fjölskyldan þín og vel tryggð? Þú getur reiknað hversu mikla vernd þú þarft fyrir þig og fjölskylduna á börnogforeldrar.tm.is. Stóri dagurinn. Fáður miða á hhi.is fyrir klukkan 18 í dag. Happdrættir Háskólans. Vænlegast til vindins. Welcome to Moscow. A good day to die hard. Are you crazy? I'm just on vacation. Die Hard, Yippee-ki-yay. Frumsýnd 14. febrúar. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta víti! Þetta ástæðan fyrir að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið.
Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Það rétt þér að hlusta hér á FM 95 Blö. Blöndal og Þórunn Antonía með ykkur til 6 í dag og það á sprengidegi. Hvernig það, færðu þér saltkjöt og bönir? Já, ég ætlaði að gera það, mammi er lasin, þannig að ég fæ ekkert saltkjöt og enga bönir. Engin annar sem getur búið þér í mat? Ég finn það ekki. Ekki bara að spyrja hlustendur hvernig það sé ekki tilbúin í það. Við ætlum að fara hérna í leik. Þeir hringið 511-0957 og bjóðið Þórunn Antonía í saltkjöt og bönir. En þannig að þú ert eins og aðdáðandi því ég hef aldrei verið neitt greiðlega. Mér er saltkjöt og bönir rosa gott. Með það? Já, ég er nefnilega ekki hrifin að þeim, sko. Nei. Ég et alltaf við með pítsu bara og sprengið daginn, sko. Í alvöru? Já, stemming, sko. Með saltkjöt og hana? Já, svona bönir yfir pítsuna líka. En fekstu þið bolli í gær? Herði, nei. Nei. Ekki bollumanneska? Nei. Nei, ég átti reyndar yfir með því. Já. Það er bolla og kókumjólk, ekki reyna því? Nei. Nei, ok, en þá fyrir við í síðasta dag, öskudaginn, allar einhvern búning? Nei. Nei, ekkert svona við daginn allavega? Nei, en ég hitti eina litla rosalega sæti áðan sem að ætlar að vera ég. Já, ég sá það, þú varst að sækja þegar ég var að sækja þig. Já. Hún ætlaði að vera Þórunn Antonía á öskudaginn. Og var komin í hvítan spandiskalla og með ljósa hárkollu og ég hitt hana og mömmunar og leiði henni að taka mynd með mér og ég lánaði henni nafnahálsminu mitt sem stendur á Þórunn Antonía. Já, það er bara... Sem fara á Grimvalið. Hún var komin í svona hvítan spandegarskalla. Já. Svo stutta. En það er komið að bucketlistanum. Hér áður við förum í dagskáliðin leggja orð í munn sem ég ætla að gera hér við hana Þórunn Antonía og eftir. Þá ætlum við að fá að heyra bucketlistan. Eða, já, þá einna sem var að benda á hvort þetta geti heiti móðulistina þegar þú ferðið við móðuna miklu. Veit ekki með það. Móðulistin. Látum þetta bara við slettum aðeins og köllum þetta bucketlistan. Já. Hvað áttu að handa okkur? Herðu. Hvað viltu gera áður út þér? Mér langar að fara í heimsreisu. Fara í heimsreisu? Já. Ok, það er nú, mennurinn er bara búin að vera að setja inn svona hluti sem að er ekkert allt og líklegir. Nei. Svo Björn Bragi vildi eignast Tottenham Hotspur og Sveppi vildi syngja með Rolling Stones. Ég sé þetta ekki alveg gerast, en heimsreisa, það er nú séns. Það er nú séns. Já, hefur þú ferðast mikið eða? Ég hef aðalega ferðast sko bara vinnutengt, eða sem þegar ég var í hljómsveitum og svona þegar ég var yngri. Ég við Bretlandi 7 ár og var þar í nokkrum hljómsveitum. Já. Og þar fekk ég að ferðast til Asíu, til dæmis. Nú, og ert búin að koma þangað á svona? Já, ég túraði, eða sem fór í hérna... Stá túra? Tónleikaferð Asíu, til dæmis, eða í hérna Japan. Já, það er alveg eftir, nú akkur að kíkja á hana. Út allt í Japan, það var aðeinslegt. Og svo hef ég ferðast rosa mikið í Bandaríkjunum, farið í tónleikaferðlög þvert yfir Bandaríkin. Ok. Spila á Coachella tónlistarhátíðinni og við kerðum svo til New York. Ok, sem tók alveg 14 daga. Já, ég hef ferðast alveg helling. En rosa lítið á eigin forsendum. Þetta var alltaf verið svona að spila. Hvað vinna á? Já. Ok, þannig að heimsreisa, fyrsta á lista. Já. Og þetta er kannski ekki alveg í hérna réttri röð, sko. Nei. Svo langar mig ekki að fara í fallegastök. Þannig með 2 listanum. Að fara ekki fallegastök á bucketlistanum? Ég skil ekki fólk sem að hendi sér út úr flugvélum. Já, þetta er, sko, ég hefði... Túra á bakinu. Ég get lofað því, ég hef aldrei gert þetta að það ekki verið myndaðal þarna. Þetta er viðbjóður. Ég skil þetta ekki. En þetta er samt, þetta er á rosalasta sem ég hef gert. Já, ég bara er alveg til þú myndir fíla þetta, sko. Þegar ég sátt, þess að fara í fallega. Ég samt lofað, þú myndir fíla þetta ef þú myndir leggja það. Já, hversu, bara, hvað mikið leggur undir það? Ég legg aðlegun undir. Ef þú myndir hoppa út, þá myndir þú fíla á leiðin niður. Ég veit ekki. Já, þetta er þvílíkt adrenalín, sko. Ég held ég væri bara hvað í ósköpunum er ég að gera þetta? Já, þú hefur ekki tíma til að hugsa það. Þú ert ekkert upp í loftinu bara, hvað er ég að gera? Þú ert bara í ruglinu, sko. Já. Ok, það er númer 2 á listanum að það er ekki fallegastök. Já. Ok. Svo var ég til að taka bílprófið. Það er skemmtilegt svona á bucketlistan ára og deil. Bílpróf, svona eitthvað sem allir gera. Þú ert ekki enn komið bílpróf? Nei. Ég er ekki enn komið bílpróf. Og ekkert á leiðinni í það? Nei. Nei, engan áhuga? Ég hef áhuga, ég setja svolítið fyrir mig að setja einn á bekk með 16 ára úlingum. Já, þeir myndi fíla á strákarnir. Já. Ná, bara virkilega gaman að því að fá Þórunn Antonía. Það vorum bara að læra heima. Nei, ekki á að setja að læra heima eitthvað fyrir bílprófin. En þetta er eitthvað, já, veist, eins og ég veist að sækja það, því að þú kannt ekki að keyra. Það er nákvæmlega. Finnst þið það ekkert skrítið? Mér finnst mjög næs að láta sækja mig og keyra mig. Já. Mér finnst rosa gaman að vera farþegi í bíl. Já. Það var á bucketlistanum áður en eitthvað skuttlaðir eða ekki? Hvað? Að vera farþegi í bíl. Að farþegi í bíl með Ötublöð. Já, á FM-frögnum. Það var á einmitt. Já, þú getur strókað þá, þú fegst að sitja í FM-bílum aðan.
stróka það út. Ok, þannig að bílprófið, ekki farið fallega stök, heimsreisa, ok, gáttu með rand okkur? Láta fjarlægja, tattoo, kýmverst tákn á bakinn á mér, eða fá eitthvað annað tattoo yfir það. Ertu með tattoo svona skammast þeim fyrir? Ég skammast mér ekkert fyrir það, ég sé það aldrei, það er á bakinn á mér. Já. En bara svona, sem greiði fyrir annað fólk sem þarf að horfa á þetta. En hvað langt sem þú fékkst þér það? Ég var 14 eða 15. 14 ára, það er tattoo? Já. Ok, nice. Ég laug til aldur. Já, saman tíma og ég bara, ég hún hættur að pissa á mig þá. Ok, 14 ára, sem betur. En 14 ára í tattoo, og hvað þýðir þetta kýmverska tákn? Það átti því músík. Já, þýðir eitthvað annað? Music, á ennsku. En þýðir vist muse. Bara muse, sem þetta geggjur hljómsveit. Vantar ykk, annað. Já. En það bergaðir að það er mjög góð hljómsveit sem heitir Muse. Ég er ekki aðdáandi. Ég er a huge fan. Já, ok, þannig að þú ert með Muse á bakinu sem þú vilt losa þig við. En er hægt að gera eitthvað, getur þú látið leiðið í dreka eða eitthvað? Já, hvernig væri það? Skell ég dreka? Já, það verður mjög töff. Mjög flott. Ok, tattoo, losa þig við, það er samt ömulegt að vera bara á bucketlistanum sínum. Þú lést mig skrifa hann bucketlist hérna á 3 mínútur. Hvað viltu gera árið deyð? Ekki að þú ert gott eða dauð, okkur ekki bara verið með tattoo á bakkinu. Já, ég veit ekki, á maður ekki að segja eitthvað svona synda með höfrungum eða eitthvað svona. Já, en það síðast að það er. Nei, Hvað var, ekki að ég ætla ekki að vera eða ekki að lista henn alltaf. Þessi listi eru ömuleg. Nei, hvað var það hægst? Mér langar að búa í heitu landi. Búa í heitu landi? Já. Já, það er nú ekki erfitt. Nei. Það eru mörg, allavega hlýr en Ísland. Sjákvæmlega. Já, og er það komið það? Já. Þannig að það er búið í hlýju landi, losa sig við tattoo, ekki upp í fallega stök, taka bílpróf fyrir heimsreisu. Já. Þetta verður fjör hjá þér árið þú deyr. Þetta var bucketlistinn, hér rétt handa á hornið ætlum við að fara í dagskrárinn, leggja orðið í munn og svo er það sturlaðar staðreyndir og fleira. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og það er komið að svona fyrsta alvöru atriði þáttarins, Þórunn. Já. Og það er, þetta er dagskrárlöð sem við Pétur Jóhann förum oftast í á miðvikudum. Og þá skiptust við á, en þar sem að þú ert svona gestastjórnandi og þá ætla ég að leggja fyrir því þraut í dag og þetta er dagskrárliðurinn Orð í munn og hann gengur þannig fyrir sig að við hringjum í eitthvað fyrirtæki og þú ert bara svona, þinn hæfileiki gengur út á það að þú ert að halda bara viðkomandi á línunni. Já. Þannig að eins og núna, ég ætla að hringja í blómabúð, þannig að þú getur verið logið og sért að undirbúa fermingu eða eitthvað svona og hvernig sé best að snúa sér með blóm og hver er kostnaðurinn og allt svona. Þú þarft hins vegar að koma inn í samtalið 3 setningum. Já. Og það eru setningarnar mig klæjar. Þannig að ef þú ert til þess bara að tala um blómin og eitthvað, þá bara allt með mig klæjar, bara svona upp úr þurru. Svo er það setningin allt svona æsi mig, sem er skemmtileg setning, og svo bara eitthvað bull í lokin sem er hver er lengdin á þessu. Okay. Þannig að það er bara hver er lengdin á þessu, allt svona æsi mig og mig klæjar. Og þegar ég bendi á eitthvað, þá ertu að koma inn. Skilur við? Þannig að þú ert kannski að tala eitthvað við hana og ef ég bendi svo hérna mig klæjar, þá ertu að segja það. Og mitt markmið er að koma sér 3 setningum og halda mannskinu línni. Já, og bara... Og þá er engin loka á þessi samtali. Þú veist hvað, á ég að panta 4.000 rósir? Nei, þetta enda bara alltaf í bulli, sko, trúðu mér. Þetta enda þannig að við skellum á eða eitthvað svona, eða hún fattar þetta eða eitthvað, sko, ég lofa því. Ertu tilbúin? Já. Ég kom með fínustu blómabúð hérna. Ok. Blómabúðin Akur, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég er að forvitnast hvort ég sé að koma með túlipanna. Já, ég fæ það á morgun. Já, veistu hvað það fær marga? Ég voni að fá allavega 30. 30, já, ég er nefnilega undirbúið fermingaveislu. Já. Ég var nú að hugsa að hafa túlipanna skreitingar á borðunum. Já. Allt svona æsir mig. Hvað varst að hugsa um? Ég er alltaf búin að ganga frá pöntun en það er spurning hvort þú viljir að ég var einhver sérstakur litur eða... Allt svona æsir mig. Hæ? Allt svona æsir mig. Ég var að hugsa um fjólubláan. Já. Ég fæ fjólubláa. Já. Og það eru 10 í búntinu. Ég veit ekki alveg hvort ég fái fjólubláa eða... Hver er lengdin á þetta? Lengdin? Lengdin á þessu. Ég hugsaði sér svona kannski 30 cm eitthvað svo leið. Með klæjar. Hæ? Með klæjar. Hvað mennur þau? Með klæjar, hérna. Og hver eru lengstu túlipannir sem að þú getur fengið? Þeir eru cirka 30 cm væntanlega. Og hvað kosta þeir? Það eru á 2,490 10 túlipannar. Allt svona æsi mig. Já, já. Með klæjar. Er ekki allt í lagi?
Með klæjar? Heldur það sé eitthvað fleira sem þú ert að hugsa um? Nei, takk. Takk fyrir. Takk. Ég ætla að hringja þetta. Ofti ég ætla að hringja konu og segja henni við það mér að fýblast í hún var svo góð eitthvað. Hún sé nú ekki að taka frá ykkur að túlíbana fyrir þið en ég veistu það, Þórunn. Já. Ég verð að gefa þér 9,5 fyrir þetta. Já, þú reyndar, þú byrjar svolítið að hlæða, þú átt erfitt með þetta á stundum en þetta var virkilega vel gert hjá þér og komst öllu fyrir. Það var léttast fyrir að fara í hverju lengdina á þessu. Já. Sem ég held að það við vorum náttúrulega ekki, ég var ekki búin að ákveða blómabúð þegar ég bjóð til orðin. Nei, einmitt. Þannig að þú varst heppinn þar en stóðst eins og hetja og eins og ég segi, ég geði 9,5 fyrir þetta. Takk fyrir. Hvernig leið þér? Herðu, það er bara náttúrulega heiður að fá 9,5 fyrir svona svakalega. Fannst þér þetta erfitt? Já, mér finnst alltaf mjög erfitt að vera að fokka svona í fólki, sko. Já, ég með. Ég kom í gegn þetta. Eitt má. Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Liðstyrkur hjálpa þér að styrkja hópinn í vinnunni og styrkir þig leið því þú færð mótframlag í 6 mánuði ef þú ræður einhvern úr hópi langtíma atvinnulausra. Liðstyrkur átak til að berjast gegn atvinnuleysi og auka verðmætasköpun í leiðinni. Ef þú ert atvinnurekandi sem vill grípa tækifærið, skráðu þig þá á liðstyrkur.is. Því fyrr, því betra. Liðstyrkur. Komdu á Serrano og veldu þér hollast á kostinn. Við erum hluti af heilsuátakinu þínu. Serrano, sennilega hollasti skyndibitinn í bænum. Fjölskyldan þín og vel tryggð? Þú getur reiknað hversu mikla vernd þú þarft fyrir þig og fjölskylduna á börnogforeldrar.tm.is. Saltkjöt og baunir, túkall. Nú bjóðum við upp á saltkjöt og baunir á aðeins 2 krónur. Sprengklægilegt verð. Aðeins í dag. IKEA. Eigum fyrirliggjandi milljónir í miklu úrvali. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM. Það komið hins vegar að dagskrálið sem hér daglegur og heitir Sturlaðar staðreyndir. Hvernig líst þér á það, Þórunn? Mér líst þér rosalega vel á það. Þetta eiginlega uppáhaldið mitt í þættinum. Já, veistu hvað gleðin að heyra það? Þá sért að fan af Sturlaðum staðreyndum. Megafan og já, vonandi þið líka hann úti en það alltaf að komið að 10 sprungunni Sturlaðum staðreyndum og við byrjum hér á fyrstu. Meðal maður eyðir 4 milljónir bensín yfir ævina. Nei, ekki þú, það hárrétt í þér. Þú ert alveg lausið það. En ekki með bílpróf. Þetta ekki einhver níska í þér, sann? Nei. Þú ert ekki að spara með að taka ekki bílprófi? Nei, alls ekki. Nei, ok. Þú ert alltaf að spara 4 milljónir þarna? Herðu, pældi því. Já. En pitchar aldrei inn, þú veist, ef að vera að fara eitthvað upp í bústað og... Jú, ég dugli við það. Já, og hendur í bensinpenning. Algjörlega. Ég tek líka svolítið mikið að leigubílum. Já. Ég réttlætti það fyrir mér af því að, þú veist, ég þarf ekki að kaupa bíl eða bílpróf eða... Já, þannig að þú ert basically að spara með að taka leigubíla. Já. En tekur þetta ekki nótur, þetta ekki tónlistarmaður? Jú, ég gleymi alltaf. Já, þetta er svona kærlaus eins og ég. Já, ég líka alltaf að drífa með eitthvað. Já, máttu ekki ræði að bíða til nótu. Partíð er löngu byrjað. Nákvæmlega. Já, hérna er nóta fyrir partíð sem ég fór hérna í. Það eru svona, næsta, fólk getur, já, þetta fannst mér, mannst þetta læginu Euphoria. Já, uppáhalds Eurovision-lagi mitt. Já, fólk getur lent í því að það heitir vist Euphoria og fólk getur orðið það ástfangið að það fyrir vímu. Já. Eða Euphoria. Ert þú í ástarvímu? Nei, það er ég ekki. Nei. Ekki þá nema sjálfum með þér, en ég er ekki nefnir vímu við því. Nei. En ert þú í Euphoria? Nei. Nei, þú ert ekki í vímu á ást. Hefur ykkur lent í því? Hefur þú lent í því, eða? Það verður það ástfangir að þú ert bara eins og sért bara á einhverjum eitilöfum eða eitthvað. Það er alltaf voðalega fallegt og gott að vera ástfangin, sko. Það er hárrétt hjá þér, Þórunn. En hefur runnið á því víma? Já. Já, ok. Þá er það næsta. Það er til, já, þetta fannst mér áhugavert. Það er til barnabók sem heitir All My Friends Are Dead.
eða Allir vinir mínir eru dánir. Upplýfgandi lestur fyrir börn. Já, þetta hressandi svona fyrir svefnin. Herri, hvaða bók viltu, ástæð mín? Ég verði til í aftur Allir vinir mínir eru dánir. En allavega, þetta barnabók sem heitir þetta. Myndir þú lesa þetta fyrir bönn þín? Ekki nema ég væri pyrraður á því, held ég. Svo það fjórða. Þetta var sem ég skemmtilegt. Það heitir franskt fyrirtæki sem heitir Ultimate Reality. Sem ég held að sé bara Ultimate Reality, en það heitir á fransku eitthvað Ultimate Reality, sem rænir fyrir Góður í fransku. Takk. Sem rænir fyrir $1,600. Eða fyrir 200.000 kall getur þú fengið fyrirtæki til þess að ræna þér. Og hvað gert við þig? Ég veit það ekki. Það góð spurning. Það stóð ekkert meira, heldur en bara þetta. Þú færi sennilega upplifa þarna hræðsluna að vera, en samt, ertu hræddur og þú veist þú ert búin að leggja inn, þú ert búin að leggja inn 200.000 kall, þú ert að bíða eftir að það verði rænt. Hældi samt að þú ert búin að borga $600 til þess að vera rænt. Og svo ertu bara einhvers þar í fríi, þú veist. Já, svo eðilega sumafríið. Nei, og þú veist, og þeir eru bara rænt í alvöru. Og þú ert alltaf bara vel chillaður. Herru, ég hættu við. Já, og svo er þetta bara alvöru mannræningar sem senda í mannsal eitthvað. Já, ég ætla að vona að það gerist aldrei. Ekki það ég myndi eyða 200 kall ég að láta ræna mér. En reyndar skrifum við einu við Sveppi skets fyrir svínasúpuna sem gekk út á það. Það var, þessi skets var aldrei gerður, sko. Þá kannstu komið þér í form með að láta ræna barninu þínu. Og hefðu lett ekki 10 kíló og farið ekki krakka þenn aftur. Það var svona skemmtilegu skets sem að, já, fjall ekki krami hjá öllum. Nei. Þá komið að næstu stjórnlegu starrend. Ertu tilbúin? Ég tilbúin. Fellibylur, þetta fannst mér áhugavert. Fellibylur losar meiri orku á 10 mínútum heldur en allar kjarnorkusprengjur heims til samans. Hvorki meira en að minna. Það? Það ekki smá orka þarna. Þetta var líka sko fellibylur mjög algengir þar sem ég bjó Oklahoma og svona. Hvað varst að gera þar fyrir ekki? Pabbi var að læra hérna að vera flugvirki í Spartan. Var þar frá 8 til 10 ára aldurs. Og má ég heyra hvað krakkarnir kölluðu þig í Oklahoma? Aðinn. Aðinn sem sagt fullt nafn ef að sko fótboltaþjálfarinn minn kallaði mig Aðinn en krakkar í skólanum kalluðu mig Útey. What? Ha? Ég gátt ekki sagt Útey, hann er svo alltaf Útey. Útey? Já. Hvað hétt bestu vinnu? Besti vinnu minn hétt Sean. Hún var svartur. Alveg, hvað finnst þið það eitthvað? Nei, alls ekki. Það er svo að ég var náttúrulega mest með Íslendingum en besti vinnu minn í skólanum hétt Sean og var svartur. Svo er það næsta, þetta er hérna svona, ekki það, ég er ekkert að reyna að vera fyndinn en prump ferðast 3 metra á sekundu. Já. Ef þú sleppir 1 metra eftir þá er það komið hingað eftir 1 sekundu. Það er minna en 3 metra hérna á milli okkar. Já. Svo er það næsta. Ein sígaretta tekur 7 til 11 mínútur á lífiðinu að meðtali. Að bilinu 7 til 11 mínútur, ein sígaretta. Og þetta er kannski eitthvað sem þú mætti fara að skoða, Þórun. Ég? Já, það má segja að ég sé búin að missa kannski þá 11 mínútur. Ég reykti eina sígarettu verslun með helgina 1998 á Akureyri. Já. Það er eina skeiti sem ég reykt. En þú, reykirðu? Já, því mér, ég reyki og ég, hérna. Þú sagði sann síðast úr að stjá mér og er að fara að hætta. Já, ég held það ekki. Heldur þú hættir aldrei? Jú, guð, ég hætti alveg, sko. Já. En ég efast að ég hafa gefið þér það loforð, sko. Já, mér er sem mamma er hætt. Já. Ég held að mamma myndi aldrei hætta að reykja, sko. Nei. Hún er búin að reykja bara frá því ég mann eftir mér. Þannig ef hún getur það, þá getur þú það. Já, þetta er ógeðslegur ósegur. Það er hárrétt hjá þér. Ég hvet ykkur hlustendur góðir að byrja ekki að reykja og verið í skóla og segja nei við eiturlyf. Já, akkurat. Já, þetta gengur þú ert að hætta að reykja. Hvernig væri að hætta að reykja og taka bílprófið? Herðu. Það er ekki bara nokkuð sniðugt. Er þetta ekki áframhaldandi Hætta að reykja og byrja að keyra. Já. Menga bara allan heiminn í staðan fyrir að menga sjálfa mig. Þú mengar ekkert bara sjálfa mér sígarettunum. Ef ég er við hliðina þar, þá ertu að taka lífa mér líka. Þú ert aldrei við hliðina mér þegar ég reyki. Nei, það vill ekki vera við hliðina á reykingafólki lengur. Nei. Þeir eru bara sendt út. Já. En allavega þá tekur þetta 7 til 11 mínútur á lífiðinu. Hver sígaretta? Það er ræðilegt. Þannig að rétt árið byrjum þáttinn og ákvæmst að stytta lífið 7 mínútur. Ég dríf mér sem bucketlista. Já, voru að drífa að losa við tattúið og hvað var það? Leggja þig? Þetta voru ekkert smá spennandi listi hér. Svo var það næsta. Dr. Dre, þetta fannst mér mjög skemmtilegt, það sem ég er nú mikill Eminem aðdáandi. Dr. Dre vissi ekki að Eminem væri hvítur fyrir hann hitt hann í LA eftir Eminem flög yfir frá Detroit. Samt var hann búinn að hlusta á öll lögin og öll demóin. Var virkilega spenntur fyrir að hitta hann og svo döð bránu þegar hann sá að Eminem var hvítur. Já.
Þetta sturglu staðrind, vissirðu þetta? Þegar þú var svona rapp tríni, ekki? Kannski heldur einhver sem hlustar á tónlistinni mínu í þessi svört og dauðbræður þar. Já, er þetta svona blökkutónlist? Já, nei. Nei, það er svona hvað er blökkutónlist? Það er náttúrulega bara poptónlist. Mér finnst hann hljóma mjög kvítur. Já, ég var einmitt að hugsa það þegar ég las þetta. En er það ekki bara því við vitum að? Ég veit ekki. Nei, skulum ekki spá meiri í því, það eru 3 ár eftir. Svo er það hér, Sparki Pungin fer yfir 9.000 del Amis sásauka listan sem jafn gildir að fæða 160 börn eða brjóta 3.200 bein. Nei, hættu nú alveg. Nú er ég að segja þess að þetta er bara sturlu staðrind. Er þetta ekki svona sem að kallaflensinu að hérna strákar segja bara þetta sé svona vant? Ég efast að þessi verra að láta Sparki Pungin á sér heldur hann að fæða barn. Já, nú áttu náttúrulega að þú tryggja barn á móðir, var þetta ekki óþægilegt? Þú getur ekki einu sinni, sko ég fengi Sparki Pungin, þú er ekki fætt barn. Nei, ég hef ekki. Hvað veist þú um það? Kannski hef ég fætt barn nú. Já, bara skiptir ekkert að því. Já, kannski, hvað veist þú um það? Ég veit ekkert um það, en ég held þú eigir ekki barn. Nei, ég held ekki heldur. Þú er alltaf ekki sagt mér frá 8-1 lítið nauta eitthvað staðar, bara að hlaupa döðum. En allavega þá, sko ég fengi Sparki Pungin. Já. Það er skelfilegt. Er það? Já. En ég veit ekki hvort það sé eins og að fæða 160 börn eða brjóta 3.200 bein. 160 börn? Já, ég er ekki alveg að köpa það. Hver getur mælt hvernig það er? Sturlaðar staðreyndir. Sturlaðar staðreyndir getur mælt það. Já, þetta er eins og að fæða 160 börn. Já, sko, þetta heitir eitthvað del Amis eitthvað. Það er svona eitthvað sásaukaþröska. Þetta er mælingaeining. Já, og þegar þú færið Sparki Pungin þá fer það yfir 9.000, sem er eitthvað rosalegt. Svo er það eru 2 eftir. Gáfaða konur drekka meira áfengi heldur en vitlausar konur, en það er öfugt hjá karlmönnum, samkvæmt sturluðum staðreyndum. Þá bara er ég alltaf full. Að þú ert svo gáfuð, að þú ert svo blöð. Ég er svo gáfuð. Þórun, ákveðt alltaf full, að ég er svo gáfuð. Þetta passar ekki alveg, svona ef maður hugsaður út í það. Nei. En samkvæmt sturluðum staðreyndum. En þá ég held að ég verið að tala um IQ. Já, en hvar færði þessar heimildir fyrir ég? Út allt, ég er með nokkra síður. Ég gef ekki upp heimildinu mína. Okay. Ég var að selja þetta til Færeyja, þeir eru að nota þetta núna þar í útvarpinu þar. Já. En ég get ekki farið að segja þér hvað er það. Á bucketlistinu mínum er að fara til Færeyja. Er það? Það bæta því við? Já, rosalega að fara til Færeyja. Já, ég hef komið til Færeyja og virkilega skemmtilegt. Já, ég ætla að fara til Færeyja þessu ári mér sér. Á þessu ári? Já. Ok, þá er það síðasta sturlaða staðrind dagsins og ég hefði gaman að henni. Það er ekki hægt að segja good eye might, og bara gott auga gæti, já, án þess að hljóma ástralskur. Good eye might. Good eye might. Good eye might, já, þetta er þess. Er of dimmt fyrir þinn smekk. Það er birta í næsta sólskíli. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Welcome to Moscow. A good day to die hard. Jack! Dad? Bruce Willis. Yippee-ki-yay. Die Hard. Frumsýnd 14. febrúar. Túborg kynnir. Klassik kvikmyndakviss öll miðvikudagskvöld á English-pub Austurstræti. Tilboð á Túborg og alltaf frétta. Léttöl. Ljúfengar og nýbakaðar milljónir. Víkingalottó alltaf á miðvikudagum. Föstudagur Stöð 2. Það er komið að því. Úrslitastund í Masterchef eldhúsinu. Fyrsti meistarakokkur Íslands verður valinn á föstudag á Stöð 2. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða bara inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það eru hagkaup og heimilistæki sem færa þér Masterchef Ísland á Stöð 2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Já, vonandi bara til í allt. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö og það er komið að næstu þraut fyrir hana Þórunni Antoníu. Og ég skal alveg viðurkenna það, Þórun, það sem vorst að fara í núna er vibbi. Já, það er það yfirleitt kemur í heimsókn. Já, sko, hitt var, ég sko lofa, þetta er erfiðara heldur en það sem vorst í áðan. Þetta er, já sko, það sem ég ætla að biðja um að gera núna, það er edduhátíðin, er um helgina. Já.
Og þar kemur fólk upp á svið og afhenda og það oftast fengið eitthvað svona, eitthvað fólk úr bransanum til þess að afhenda velun. Ertu að afhenda eitthvað velun helgina? Nei. Nei, ekki heldur. Ég afhendi í fyrra. Enda öllum sama. Og það sem við ætlum að gera, ég ætla að hringja í snyrtistofur. Já. Og þú bara kynni þig á snyrtistofur. Ég ætla að hringja í 3 snyrtistofur. Þarf ég að segja þetta Þórunn Antonía. Já, þú ert að gera þetta 3 svar. Þú kynni þig bara hæði Þórunn Antonía. Og segir, herðu, það búið að biðja að kynna á Edduhátíðinni núna næstu helgi. Bara já. Svo segir, finnst þér það ekki skemmtilegt? Og hún segir væntanlega jú eða eitthvað. Þá þakkar þú bara fyrir. Ok. Það er bara svona, hæ, þetta er Þórunn Antonía hérna. Herðu, það búið að biðja að vera kynnir á Edduhátíðinni næstu helgi. Þá heldur hún örgláðunni og þú segir það að biðja skilur að snyrtingu eitthvað. En svo segir þú bara, finnst þér það ekki skemmtilegt? Eins og sér ennþá að biðja snyrtingu og svo bara þakkar þú fyrir og kveður. Ertu til í þetta? Eins og mikið og maður getur verið til í þetta held ég. Já, prófum þetta hérna. Snyrtistofan, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég heiti Þórunn Antonía. Já. Og ég er að fara að kynna verðlaun á Eddunni helgina. Hvað segirðu? Ég er að fara að afhenda verðlaun á Eddunni helgina. Já. Finnst þér ekki skemmtilegt? Jú, rosa skemmtilegt. Herði, já, bara takk fyrir það. Bless. Já, bless. Já, þá veist það seint alveg búin. Þetta er hressandi, já, bóðið næsta. Já, ógeðslegt. En núna ertu komið reynslu. Já. Segðu sér kynnir á hátíðinni. Kynnir, ok. Já, og leiðinni hérna, þú mátt alveg lifa lengur bara, finnst þér ekki skemmtilegt? Jú, ekki smá, já, takk. Ok, prófum þetta næstu. Spreyju Alexia, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég heiti Þórunn Antonía. Sæl Þórunn. Sæl. Herðu, ég er að vera kynnir á Eddunni helgina. Ok. Finnst þér það ekki skemmtilegt? Jú, mér finnst það bara frábært. Takk fyrir það. Gaman að heyra. Já, takk. Bless. Bye. Já, þetta gengur eins og í sögu. Það eru alltaf svo hressar, maður. Það er svo sé bara mjög ánægð með þig, bara til hamingju. Er þetta bara sem þið gerir þið stelpunar, eða? Ég er ánægð með hvað er að peppa mig þessi snyrtistelpur. Halda geðveitt með mér. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heiti Þórunn Antonía. Já. Og ég verð kynnir á Eddunni helgina. Verður kynnir á Eddunni? Já. Ok. Finnst þér það ekki skemmtilegt? Jú, alveg, yndislegt alveg. Herðu, já, bara takk fyrir það. Og bless. Já, er það bara það sem þú ætlar að segja mér? Já, ég ætla bara að segja það. Og þú heitir aftur? Þórunn Antonía. Þórunn Antonía. Herðu, ég reyna að fylgjast með því. Endilega. Alltaf. Bless. Já. Ég held bara að vera að auðvisa. Bara, herru, já, ok, ég reyna að fylgjast með þig. Bara svo setja að hringja alla. Hæ, herru, þetta er Þórunn, ég kynnir á Edduhátíðina. Nei, Edduhátíðina helgina. En þetta var hressandi og, já, þú stóðst þess að þraut. Ég verð að gefa þér það. Og síðasta hérna, maður sjá. Í alvöru, annað, ok. Segðu núna, ef hún er ekki spennt, segðu, mér finnst þú ekkert voðalega spennt. Vistu stóð Grávóks, Berglind. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég heiti Þórunn Antonía. Já. Og ég verð kynnir á Eddunni helgina. Já. Finnst þér það ekki spennandi? Jú, örgla. Mér finnst þú ekki sérstaklega spennt yfir þessu. Nei, finnst mér ekki. En hérna, ég ætlaði bara að segja þér þetta. Já. Takk og bless. Hefur takk, bless. Þetta er hressandi, þetta var, ég veit ekki svona hvað þetta var, einhvers konar rekkur eða þraut á Þórunni og já, þú stóðst eins og heitir. Nei, þetta var mjög flott hjá þér, eina bara, þú ætti að velja þér rétt að snyrtastofu núna. Ég er ekki að segja að ég hafi staðið mikla, sko, ég er bara að segja að þetta hafi verið ræðilegur rekkur hjá þér. Þetta er óþægilegt, þetta er svona eins og þú þurft að ringja daginn og biðja eitthvað frítt. Ó, guð, ringi sund og biðja að fara frítt í sund. Já, fyrir þig og frænguðina. En hún stóðst, já, þú stóðst þetta bara eins og hetja. Glæsilegt. Þetta er að drepast í auðvitað. Takka fram að Þórunn Antonía er ekki að fara að kynna neitt á Eddunni. Það var símarekkur sem að bíði spennt eftir því. Þetta er hann, Asif Avidan með lagið One Day. Flott lag. En ég ætla að segja þér hér, Þórunn. Já. Ég er með smá frétt. Ég fæ alltaf sendt svona FM prep, skilur. Þannig að þið ef svona skemmtilega fréttir og kannanir og eitthvað svona sem dettur í hús. Og það var eitt sem vakti athygli mína hérna í morgun og það er að hinn heimsfrægi strippari Mark Roberts
Kannastu við nafnið Mark Roberts? Ég get ekki sagt það, nei. Nei, og þetta sem sagt, þetta ekki heimsfræga strippari, hann ekki eitthvað í Chippendale eða eitthvað svona. Hann ekki svona að dansa og fara úr fötunum. Nei, hann ekki að dansa, þetta ekki þannig strippari. Þetta bara maður sem búinn að strippa núna í 20 ár og orðinn frægur í bransan því hann hefur hlaupið inn á Super Bowl leik, hann hefur hlaupið inn á British Open sem í golfinu og hann hefur hlaupið inn á Wimbledon sem stærsta tennismóti og fleiri viðburði. Hann sem sagt búinn að vera að strippa núna í 20 ár og hlaupa allsbyrinn á svona, íþrótta viðburði, stóra. En hann að hætta núna. Eftir 20 ára feril og veistu af hverju? Af hverju? Því að börnin hans að grátbiðja hann að hætta þessu. Spáði í því. Hvað á marg börn? Hann á 3 börn, hann stendur hérna. I'm nearly 49 now, hann 50 ára næsta ári. And my children have begged me to stop. Hann bara, þetta bara fjölskyldumaður. En gerir hann eitthvað annað? Ekki getur hann verið atvinnur strippari, ekki fær hann borga fyrir að skemma? Nei, það þetta góða punktur. Ekki nefn að sé að vinna eitthvað veðmál, skilurðu? Já, einmitt. Þetta svo, veist, ef ég myndi segja við þig bara Þórun, hvað fæ ég að hleypa allsbyrinn á úrslitaleikin í bikandum hérna á Laugardalsvelli. En ekki það myndi ekkert endast mér alltaf árið, svo sem. Ég myndi alveg hendi 2 kókumjólk og kleinupoka. Já, aldrei þess að splæsi kallinn. Hún nútt að leiða öll í bensín. Já. Og það er ekkert efna að borga fyrir stripp. Þú strippaði svolítið í gamla daga, þegar ekki? Ég strippaði í gamla, hvað er þetta? Í félagsmyndstöðum og svona. Nei, þetta ég veit það ekki. Ég hef aldrei strippað. Nei. Fyrir almenning. Þetta, við Sveppi höfum nú, ég get svo sem ekkert verið að hlæja mikið á hann Mark Roberts, við Sveppi náttúrulega munnið þetta í nokkur ár, hlupinni Laugaveginn og eitthvað svona. Þú hefur svolítið verið að strippa. Já, hann Sveppi, ég á ekki konubörn, en Sveppi átti það þegar hann hljóp allsbyrnið Laugaveginn. Þannig að hann kannski ekkert svo mikið skárri heldur en Mark Roberts vinnu minn. Nei, ég hugsaði sem það pabbi manns var alltaf að vippa sér úr fötunum. Já, það var einmitt það sem ég var að hugsa, Ógeðislega vandræðilegt, bara pabbi, Já, bara Kitty Blöndal, pabbi minn, Britsari með mér. Maður vil fyrst og fremst kannski ekkert endilega sjá foreldra sínu nakta. Hefurðu séð foreldra henni nakta? Já, ég sé. Eitthvað nýlega bara? Já, ok. Ekki pappa minn. Nei. En ég hef alveg farið í sund með mömmu. Já, auðvitað, já. Ég var ekkert að tala eitthvað heiminn í stofu, bara að fá okkur kaffe og síkó. Það líka. Já, þetta væri náttúrulega... Já, það er alltaf á sunnudöfum. Alltaf á sunnudöfum. Já, mamma, pappi, hvað er að frétta ykkur? En já, ég sammálaði þar, ef að pappi væri þessu, ég myndi grátbiðja hann maður, ég myndi bara ekkert kalla hann pappa, held ég. Nei, en konan hans, ég meina, er hann búin að vera giftur öll þessi ár? Já, hún verðist bara á homofrissu. Það er enda gaman þegar að menn hitta konu sem hefur bara homofrissu. Já, það verður náttúrulega að vera. Já, þau verður eiga... Það er engin mynd á hann. Sætur maður. Já, ég minna að prófaði bara að googla Mark Roberts the stripper. Hann kannski, finnur hann og getur sagt mig hvort það sé hot. Já, ég skal láta það vita. Það var kannski ekki merkilegast að frétta í heimi en vakti athygli mín í morgun. Það sem ég ætla eins vera að gera fyrir ykkur núna er að spila nýjasta laga hans Justin Timberlake sem heitir Mirrors. Ég var svona nýjasta lagi hans Suit and Tie. Ég er svona, meðast allt í lagi. Ég er mikill Justin maður. Þetta lag er eins og að kveikja mun meir í mér. Heitir eins og ég sagði Mirrors og er það allra nýjasta frá Justin Timberlake. Er þetta ekki JT manneskja? Jú, hver er það ekki? Hann er töffari. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58-12345. Margar hendur vinna létt verk og fleiri hendur gera verkið enn léttara, ekki síst ef þú færð mótframlag með nýja starfskraftinum. Liðstyrkur er einmitt þannig, átak til að hjálpa langtíma atvinnulausum og auka verðmætasköpun í leiðinni. Ef þú ert atvinnurekandi sem vill grípa tækifærið, skráðu þig þá á liðstyrkur.is. Því fyrr, því betra. Liðstyrkur. Takið eftir. Það er búið að bæta við takmörkuðu magni miða á Sónar Reykjavík. Ekki missa af James Blake, Square Pusher, Trent Muller, Gus Gus, Retro Stefson, Múkisson, Pachenga Boys, Simian Mobile Disco, Ásgeir Trausta og yfir 40 öðrum hljómsveitum og listamönnum í Hörpu 15. og 16. febrúar. Miðasala á harpa.is og miði.is. Túborg Léttöl, Icelandair og Fjarkortið. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Já, þetta er að skera. Óðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Gamli, góði vinur,
Vantar þig ekki traustan félaga í ræktina. Hámark, hollur félagi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmár á 1. 957. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Í stúdíónu, Auðun Blöndal og Þórunn Antonía. Við sittum hér til 6 í dag. Þetta Macklemore með Thrift Shop. We got $20 in my pocket. Hvernig vilar þetta? Ég fíla þetta mjög vel til að. Já, þetta groovy. En já, nú ertu búin að sitja þetta með mér í tæpan 1,5 tíma, Þórunn. Já. Og við hefum ekkert rætt þig. Hvað að frétta af þér þessa dagana? Það bara svo gott að frétta mér. Já. Hvað gerir eins og þú? Þú vinnur sem tónlistakona. Já, ég gerir það. Ferðu og ert að syngja og gigga svona helgar. En hvernig eru vikundagar hjá? Hvenær vaknaðir í morgun? Ég vaknaði um 10 morgun. 10 morgun? Ég að ljúga þér. 11? 12? Það finnst ég vaknaði klukkan 10 við símtal. Ok, hvenær fórstu fram úr? Ég hringdi hvað í gær þegar ég var að spyrja hvort þú vildir koma í þáttinn. Já. Og það heyrðist með að vera nývöknu 11:30 á hádegi. Getur það passað það? Já. Já, þannig að þú ert að fara fram úr á hádegi. Stundum, Kósí líf. Nei, ég var til dæmis að spila til klukkan 1 í nótt. 1 í nótt, byrju það 3 dagar, hvað, bara gigga mánudagskvöldi? Já. Já, ok. Ég var á mánudagsklubnum á Prikinu. Já. Spilaði þar. Já, spila og syngja. Herbert Guðmunds líka og Ó, King Herbert. Unnsteinn og Rættur Steffsson og fleiri. Já, stemming. Og já, þannig að, þú veist, vinnutímandi mínir eru náttúrulega... Helgar og á kvöldinu. Já, og líka, ég meina, þú veist, og ef ég er í einhverjum öðrum verkefnum, eins og, þú veist, sjónvarps eða leika eða eitthvað, þú veist, þá kannski stundum vakna ég klukkan 7 á mótnana. Já, ok. Áttu erfitt með að vakna á mótana? Herðu, nei. Nei, ok, þú ert morgun manneskja. Já, ég meina, ef ég fer nógu snemma að sofa. Já, þetta er góðu punktur. Þetta helst svolítið í hendur. Það helst svolítið í hendur. Já. En mér finnst rosalega gott að vakna á mótana og fá morgunmötu kaffi og taka daginn snemma. Já. En mér finnst líka rosalega gott að vaka á nóttinni og semja og eða horfa á vídeo eða gera það þannig. Semur mest á kvöldin? Ég sem mest á nóttinni, já. Já, ok. Það er ég ánafnilega með stjórnlega staðarindum daginn sem ég var alveg sammála að fólk er svona stóð mest creative á nóttinni, sko. Já, það er eitthvað við það, sko. Já. En það er náttúrulega bara, það er líka, maður verður náttúrulega samt að temja sér það að geta líka samið á daginn og á morgnana. Já. Menn til dæmis eins og fyrir fjölskyldufólk, hvað ætlar að gera? Þú veist, bara sleppa því að sofa. En það er samt erfitt fyrir tónlistamanni þegar ekki að vakna bara klukkan 9 og byrja að semja tónlist. Jú, menn það getur verið það, en það er náttúrulega bara allt þjálfun. Já. Getur alveg þjálfað upp í það, en þú veist, þetta snýst náttúrulega svolítið mikið um að fá innblástur. Já. Þú fær kannski ekki alveg innblástur bara, þú veist, klukkan 8 á mánudagsmorgni, sko. Nei, ein fyrir fram á tölvuna. Nei, bara, vá, skáldakiðjan hellist hérna yfir mig. Já, ég heyrði einhvers staðar þú að vera að semja tónlist fyrir bíómynd, Hollywoodmynd. Herðu, ég var að syngja í Hollywood bíómynd. Já, ok. Með hljómsveit sem heitir The New Number 2, sem ég hef svolítið mikið verið að syngja mikið um tíðina. The New Number 2? The New Number 2, já. Og það er ekki íslenskt? Nei, það er hérna hálf bandarísk og hálf brask hljómsveit. Já. Ég söng til dæmis 3 lög á plötunni þeirra The Fear of Missing Out í sumar. Ásamt Regina Spektor og Ben Harper og Rissa úr Wu-Tang Clan. Já, ok. Og svo sem þetta eru þessi strákar í The New Number 2 að tóku að þessir að gera músikina fyrir Beautiful Creatures sem er Hollywood mynd sem að Jeremy Irons, Viola Davis og Emmy Rossum og fleiri svona stórleikarar eru leiki. Alvöru dæmi? Já. Hún er frumsýnd á Valentínsdaginn, allan í Bandaríkjunum. Já, Valentínsdagurinn, hann er hvað á 50-daginn? 14. er það ekki? Jó, ég held að það sé ekki á morgun heldur en. Já. Þú ert náttúrulega mjög spenntur á honum. Ég bara get ekki beðið. Það ekki? Þú varst að segja mér að þú heldur hann svolítið hátíðilegan. Nei, ég hef aldrei gert það.
Íslendingar ekkert í því. Nei, einhvern tíma fór ég á Namibarni í Hagkaup í Skeifunni og keypti ógeðslega mikið af hjörtum úr Namibarnum og gaf einhverjum og hann fekk ekkert rosalega góður undir. Ég fekk bara, hvað er þetta, bara hlaup? Já, þetta er ekkert rómantískasta gjöf sem ég heyrst um. Það ekki? Ég var eftir að sjá hérna á hópkaup.is. Þar getur þú fengið syngjandi skeiti og rós á 12.900 krónur. Syngjandi skeiti? Hvað kemur það? Hvað söngvari voru að syngja skilabúðina? Já. Já, bara svona Sverrir Bergmann eða Páll Rósingar hans eða eitthvað? Ég var engi Sverrir Bergmann. En mundur, segðu mér eitt, Þórunn, verður alveg hreinskilinn sem stúlka. Ef það kæmi til núna á 50-daginn, það er Valentínusardagur sem við Íslendingar, veist, auðvitað allt í lagi gefa konunni blóm eða eitthvað svona og vera kannski pínu romantískur, bjóða kannski út að borða eitthvað. Mundur þú fíla að kæmi eitthvað gaur upp á týrum hér að syngja eitthvað romantískt lag með kveðju frá Sigga Hjaltesteð eða hvað sem þetta heitir allt saman? Ég veit ekki hvað ég myndi gera, sko. Þið myndi ekki... Ég myndi verða svo vandræðileg, mér myndi þykja þetta svo óþægilegt. Já, þetta var ekki rómantískt. Þetta væri grikkur, þetta væri ekki kjöf, þetta væri grikkur. Já, þetta væri grikkur, það er rétt. Þetta væri það, en mér finnst miklu fallir að halda upp á bónda og konudaginn og svona. Já, það er eitthvað svona meira íslenskt. Já, það er það, en ég meina það er samt alveg dúllulegt að gera eitthvað fallit fyrir ástina sína. Óbóðslega dúllulegt, alveg sammála því, mér finnst ekkert smá dúllulegt og að gera eitthvað fallit fyrir maka sinna á Valentínsdag. Það má ekki glema því að það er sprengitagur í dag. Það er vonandi að allir hérna úti séu búin að verða sér út saltkjöt og baunir. Þú ætlar að tróða í pítsu? Já, það er pítsa hjá mér. Það er eini valkvíðin minni kvöld, það er bara hvort að vera Castello eða Dominos. Það er síminn bara rauðglóar hérna á matabóðum fyrir mig, eins og við báðum hlustendur að bjóða mér matan. Já, ertu komið með, ertu að fara í saltkjöt og baunir einhvers staðar? Það er enginn búinn að bjóða mér. Enginn búinn að bjóða þér. Það er sorglegt að heyra. En ég tek það tilbaka á Valentínusardaginn, ef einhver myndi borga þessari stúlku fyrir að koma og syngja fyrir mig eitthvað rómantískt lag, þá myndi ég setjast og fá gæsaúð. En það væri einhver annar íslenska stúlkur á leiðinni á tónleika með henni á næstu missurum. Allavega var mikið á svona einhverju montstatusum, komið miða í Köpen, komið miða í Svíþjóð. Þú að fara á tónleika með Beyoncé, Þórunn? Ég myndi elska að fara á tónleika með Beyoncé. Já, en ertu ekki að fara? Ekki svo ég veit. Nei, ekki búin að bóka neitt allavega. Nei. Ef þú mætti fá hvaða tónlistamann sem er til Íslands til að halda tónleika, hvern myndir þú vilja? Guð minn almáttur. Skúter í þriðja sinn? Skúter, klappa. Hann er búinn að koma til þessar. En verður það Beyoncé eða? Já, alltaf ekki bara. Já. Ég myndi vilja eitthvað svona rosa pop. Já, það væri... Eitthvað með svona rosa, þú veist, það væri til í Justin. Justin Timberlake, já. Britney, nei, ekki Britney. Þú myndir samt fara á Britney þegar ekki, ef hún kemur. Já, klárlega. Já, ég er samt, hún er bara ekki það, ég kann alltaf vel við Britney, var mikill aðdáðan sem úlingur. Já. En ég var ekki spenntur fyrir að fara á tónleika með henni og til dæmis Justin Timberlake eða Beyoncé Knowles, sko. Nei, ég meina Beyoncé er náttúrulega miklu betri sönguna heldur en hún, sko. Já, Beyoncé er alveg með þetta. Og miklu dansari og bara sætari. Allur pakkinn. Ég hef hitt Britney Spears sem svona á almenningsklósetti. Já, almenningssalerni? Já. Og hvað, var hún að punta sig eða pissa eða hvað var að gerast? Hún bara, hún kvarta undan því hvað hendurnar henni eru feitar. Já, ok, þetta var inn á prikinu eða ekki? Nei, þetta var á hverju skemmtþau í Los Angeles. Hún hristi svona handleggina. Var hún svona bingospik? Já, og sagði, oh my god, my arms are like so fat. Og ég bara horfði á hana og ég bara, guðið minn almentur, hvað sett einhver eitthvað til drikið minn, er það að gerast? Var hún í því eða? Hún var í því, já. Já, ok. Þetta var svona rétt áður hún rakaði sér hausinn og allt. Nú, hún er upp á sitt vestarnagreið. Já, hún leit ekki vel út. Gæti það að spila inn í hann hitti þig? Ég held að það var bara verið síðast að samkvæmið sem fylgti mæling. Já, hún byrjaði bara að raka sér sköllótt eftir hún hitti allir með glósti. Hvað sagður eiginlega við hana? Herði, var það ekki eins með, þegar ég hitti því fyrst getið, var ekki þá sem þú byrjaði að raka þig? Já, með mjög þykkt og flott hár áður ég hitti þig. Svo hitti ég hérna klósti bara upp á sólón, ég er búinn að raka mig síðan. Já. Talandi að vera upp á sólón, það er byrjað að dælast inn myndir á geiri.net. Eftir að sjá ykkur gamla myndir það er þar. Herði, ég er búin að finna eina. Þetta er stórhættulegt. Þetta er stórhættulegt. Já. En ég var nú algjör dúlla, ég var hérna með einhverja bollu kynnar, halla mér á öxlina á einhverjum. Já, þá var að taka einhverju myndinu, þá var ég með strípur og lótur. Já, vá. Já, ekkert smá með hár og allt maður. En það er búið að bjóða líka í saltkjöt og baunir í kvöld. Herðu, já, það var hérna. Aðdattinn síntal. Fjallabræður, þetta reyndar ekki allir í kvöld, en þeir eru 4 að fara að fá sér saltkjöt og baunir. Nú myndi fitta vel þetta með þeim. Indislegt tilboð, þeir eru indislegir menn. Já, þetta er eðal kórmaður. Það var unni mikið með pappa mínum, hann er Magnús Þór. Já, og Sverrir Bergmann er mikið með. Já, einmitt. Þetta er eðal hópur til að fá sér saltkjöt og baunir með, þú veist allavega að því að þú getur farið þangað.
Þetta bara... Á hverju brosuru? Langaði ekki það? Mér langar. Já. Ég veit ekki alveg hvort ég næja að hjóla allir leið upp í Breiðholt. Ég get skvöldlaðir. Ég get skvöldlaðir í Salkjötabennir. Akkur. Á FM-draugnum. Varstu það ekki flottur? FM-bílinn. Mér fannst hann æðislegur. Hann er rosalur. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóðsvörða, lægi á leiðinni heim og fleira. Þannig að ekki fara langt. Real Madrid á móti Manchester United í beinni á Górilunni annað kvöld. Górilan og Carlsberg. Saltkjöt og baunir, túkall. Nú bjóðum við upp á saltkjöt og baunir á aðeins 2 krónur. Sprenghlægilegt verð. Aðeins í dag. IKEA. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. There's a limit to your love. Takið eftir. Það er búið að bæta við takmörkuðu magni miða á Sónar Reykjavík. Ekki missa af James Blake, Square Pusher, Trent Muller, Gus Gus, Retro Stefson, Múkisson, Pachenga Boys, Simian Mobile Disco, Ásgeir Trausta og yfir 40 öðrum hljómsveitum og listamönnum í Hörpu 15. og 16. febrúar. Miðasala á harpa.is og miði.is. Túborg Léttöl, Icelandair og Fékortið. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Galdraðu fram góðan rétt á 2-3 mínútum með Pastella. Fersku pasta. Pastella, ferskt og fljótlegt. Taktu laugardagskvöldi frá 16. febrúar. Tala ekki við neitt, einangraði þig, vertu tilbúinn. Stæðsti bardagi ársins Gunnar Nelson gegn Jorge the Sandman Santiago. Á laugardag í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Þú missir ekki af því. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það eru Gló, Lýsi, Profit og Egil Skull sem færa þér Gunnar Nelson á Stöð 2 Sport. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöði. Þetta kemur rosalega óvart, ég held að þið verði vinnir. Þetta er Ásgeir Trausti hér með lagið Nýfalli regn. Þórunn Antoni er nú ekki alltaf hrifin á honum. En svona er þetta vist í tónlistarbransanum. Það get ekki allir verið vinnir. Ég elska Ásgeir Trausta. Ég er bara að koma því að framfæra þetta. Já, ég er að stríða þér. Já, ég veit. Og já, þetta er svona gaur einhvern veginn að ekki hægt að hata hann. Þessi plata... Ekki þólan, segi. Hatar er kannski fullstórt orð. Hvað segirðu, þessi plata? Er yndisleg. Já, hún er geggjuð. Af hverju hatar þú hann svona mikið? Ég hata hann ekki. Þetta er eins og ég segi, það er alltaf hægt að hata hann. Þú veist að segja þetta við mig á þann. Að þú þoldir hann ekki. Að þú þoldir ekki Ásgeir Trausta. Það er bara þinn svo þykkt hár. Það er eina. Nei, hann er frábær tónlistarmaður og hann kom nú eins og hérna og hitti 2 harða og var bara virkilega kurteis og skemmtilegur. En það er komin tími á að gefa bíómiða hér í FM 95 Blö. Og það er ekki smá bíómynd sem við erum að fara að gefa á. Það er A Good Day to Die Hard með Bruce Willis, 5. Die Hard myndin. Ertu Die Hard aðdáandi, Þórunn? Já. Já, þetta var samt svona eitthvað hikandi já hér. Ég horfði að Die Hard 4 daginn. Já, en hefur þið séð þær allar? Ég veit það ekki. Nei, þá voru ekki meira aðdáðandi það. Veistu hvað hann heitir í myndunum? Ég man það ekki. Nei, veistu hvað hann segir þegar hann er búin að drepa vondagaurana og svona? It's not my mother Todd. It's not my mother Todd, nei, það er Terminator, en góð ágiskun hefur. Hann segir Yippee-ki-yay, motherfucker. Ok. En það er 511-0957 ef ykkur langar í bíó. Það er sérstök FM-forsynning núna á 50 klukkan 8 í Smárabíó. Þannig að gera hringinn. Ertu svona bíómyndanörd? Já. Þórunn, já, horfður mikið á bíómyndir? Verða við ekki núna að ég var að rugglast að Die Hard og Rocky 4. Já, þannig að þú varst ekki eins og að horfa á Die Hard 4. Nei. Vá, þú ert alveg inn í þessu. En voru Die Hard myndar, var það ekki jólamyndir? Nei, ekkert allar. Það var fyrsta og önnur held ég þegar hann var á flugutunum. Fyrsta var svona aðalega jólamynd. Já, ég hef sér jóla Die Hard myndar. Já, Die Hard and Christmas. Hún er ógeðslega góð. Sástu hann á sinni tíma? Já. Ok, hún er bara Die Hard, sko.
Die Hard Christmas Special. Já, Die Hard Christmas Edition. En hvernig, nú ég bara að byrja að spjalla við förum alveg að opna fyrir síman og gefa með það, en að þú sagðist vera svona bíónörd, ertu svona típið svo, ertu að horfa á þætti fyrir svefninu og svona? Já. Hvað þættir eru uppáldið þig? Ég náttúrulega elska sko Sopranos og Breaking Bad. Vel gert, þannig er þetta að koma sterkinn. Og Víts finnst þið skemmtileg þættir? Já, ég hef aldrei dott inn í það, er það hressandi það? Mjög hressandi. Já, ok. Svo eru Workaholics skemmtilegir. Já, þekkja ekki. Er það ekki að horfa á Suits? Harvey Specter? Nei, ég er ekki búin að horfa á Suits. Nei, ég öfunda, það átti inn í 3 seríu, 2... Er það skemmtilegt? Já, það eru geggjað þættir. Það er einhverjum ekki að horfa það. Sko, bíómyndir og þættir og svona. Vil helst horfa á eitthvað með raðmorðingjum eða mafjósum. Já, ok. Já, hann er grjótarður löffræðingur, hann er eitt svo allra svalasti, þannig að ég mæli með Suits fyrir ykkur sem hafið ekki kíkt á það. En ef við opna fyrir síman, ég ætla að hafa spurningarnar til að vinna Die Hard með allt, það verður allt tengt þér, Þórunn. Og því að þú elskar það. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló? Nei, þessi er bara skellt á, þannig að fréttið var þig. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló? Er eitthvað annað? Hvað, þetta er þetta allt út? FM 95 Blöð, góðan daginn. Æ, Rikki, getur þú hjálpað mér á græðinu? Akkur er ekki heyrinninum? Nú er eitthvað að. Það verður að laga þetta. FM 95 Blöð, góðan daginn. FM, góðan daginn. Blessaður. Blessaður, hann var komið inn. Herðu, hvað heitir þú? Daniel. Daniel, og þið langar að kíkja á Die Hard? Já, alltaf til í það. Alltaf til í það. Ég ætla að spyrja hér Þórunn Antoníu. Hvað hét diskurinn hennar sem kom út daginn? Hugmynd. Ekki hugmynd? Ok, en getur þú nefnt mér eitthvað lag af disknum? Nei, herru, þá þarf ég bara að taka næsta hlustanda. Takk samt. Ok. Þarna var ekki þinn stærsti aðdóðandi, Þórunn. Nei, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað heitir þú? Ég heiti Magnús. Magnús, þið langar að kíkja á Die Hard? Já, ég væri til í það. Já, getur þú nefnt mér eitthvað lag með Þórunn Antoníu? Too Late. Too Late, hárrétt, já þér. Þú ert komið 2 miða, hvað heitir þú? Magnús Bjarki. Magnús Bjarki. Læsilegt, hvað erst þú að gera núna, Magnús? Herru, ég ligg bara upp í sófa, ég var að koma heim með skólanum. Ok, vel gert. Ég er að fara í saltkjöld og baunir til ömmu í kvöld og svona. Nó, kósí bara. Já. Hvað skóla er þið? Ég er í Borgarhaldsskóla. Borgarhaldsskóla, herðu, þú skilja hverju þangað, þú átt 2 miða og getur sótt á bara hérna upp í skattalið á morgun. Herru, geðið. Takk fyrir að ringja, Unur. Takk fyrir. Ok, bye. Já, þetta er ekki flókið, við skulum opna hér, ég ætla að vera með eitthvað öðru í þessu núna. Þú getur verið að hjálpa með Þórunn því ég veit þetta ekki sjálfur. FM 95 Blöð, góðan daginn. Jó, nú voru lakka hans í útvarpinu. Já, takk. Sælir, þið langar að kíkja á Die Hard? Já, maður. Getur þú nefnt mér skónúmer Þórunn Antoníu? Já. Já, hvað er það? Það er 39. 39? 39? 38 minna ég, rúlega. Nei, mennar ekki 37? Jú, ég var að segja. Ná, nú hvað er það? 37. 37, það er rétt hjá þér. 37? Náðu því fyrsta, hvað heitir þú? Víkingur Ívar. Víkingur Ívar. Herru, þú sækir með hana hérna bara niður í skattalið á morgun. Það voru um hvað? Ég veit ekki, bara þú eru tíma, einhvern tíma fyrir 5. Takk, þú er góður sonur. Takk að það, kallið minn. Takk að ringja, bæ. Þá tökum við hér síðustu 2 miðana sem við gefum og Þórunn, gott þú með eitthvað skemmtilega spurningu? Þetta er spurningu? Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, Þórunn ætlar að spyrja það ykkur, svo... Hvað heitir pabbi minn? Já, góð spurning. Þórunn Antoníu. Hann heitir ekki Þórunn Antoníu. Þórður. Hæ? Þórður. Þórður? Nei. Nei, hann heitir ekki Þórður, þetta er góð spurning, ég ætla að fá þetta bara í gegn, við skulum tjekka hérna á næsta. FM? Já, góðan daginn. Hvað heitir pappi Þórunn Antoníu? Pappi Þórunn Antoníu, hann heitir Antoníus. Antoníus, já, hvað svona? Antoníus Þórðarsson? Já. Nei, það er ekki hann, en þú varst nálægt, ég er frændennar. Djöfullinn maður. Takk samt, Unnur, við skulum fá hér, ég ætla að fá svar við þessu. Hvað heitir pappi Þórunn Antoníu? Magnús eitthvað. Já, Magnús verður ekki að gefa réttir það. Magnús er alveg nóg. Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Sunneva Björk. Sunneva, hvað erst þú gömul, Sunneva? Ég er 12. 12 ára? Já, ég veit ekki, er aldurstakmark á Die Hard eða? Ég ætla að gefa pappa með hana. Já, ætlar að gefa pappa, ok. Og hvað heitir pappi?
Kristmar Geir. Kristmar Geir. Má ég spyrja þér sinni, hvað ætlar að vera á öskudaginn? Ég er ekki alveg svona ákveða. Nei, hvað langaði mest að vera? Ég veit það ekki alveg. Nei, kannski bara kaupa búning á morgun eða eitthvað. Ef þú rakaði sköllótta og ferði í þrönga ból, þá getur þau verið auðvitað blöð. Var það ekki gaman? Getur þau með svona mikrofón og sem að stendur FM á og svona? Þú skoða það? Já. Ok, takk fyrir að ringja sinni og segðu pappa miðarnir sé á nafninu Kristmar Geir. Ok, takk. Ok, takk, bye. Þetta glæsilegt, þá erum við búin að gefa hér 6 miða. Við erum aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim sem hér á eftir. Þetta gæti nú léttilega verið lagi á leiðinni heim. Hrikalega flott lag sem heitir, Midnight City og með hljómsveitinni M83. Þórunn, þetta var góð spurning hér. Ekki? Já, það var eitt sem held að pappin hétti Antonius. Andrés og Þórður. Antoni er búin að vera með mér hérna síðan 4 í dag. Klukkan að vera 6. Við erum aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim og það var einmitt Þórunn Antoni sem valdi það að þessu sinni. Hvernig er kvöldið hjá Þórunn? Fyrst að við erum nú að kveðja hér. Hvað ætlar að gera? Það er útbúin hér. Ég þarf náttúrulega að skutla þér, eða ekki? Ég ætla að fara heim til mín og elda fisk og bjóða Silvíu vinkonum minni í mat. Ok, heima elda fisk. Kanntu ekki elda saltkjöt eða? Nei. Nei, þannig að fá bara fisk. Hvernig fisk? Herðu, þetta er bara svona eitthvað sem ég keypti í fylgifiskum, sko. Já, það er nú strax skara. Skell í sjófnin. Já, hendi sjófnin og ég elda fyrir, ég þekki hann og Silvíu. Silvíu? Já, hún er hlustað í beilsa. Andreas, sonur hennar ætlar að koma líka? Já, það er nú mikill snillingur. Og svo bara hvað, chill eða? Já. Já, bara hafa kósi, borða fisk. Kósi. Kósi kvöld. Já, það er svipað hjá mér, ég ætla að kíkja heim, ég ætla að horfa á Meistaradildina. Ég reyndar, sko, það er náttúrulega leikur inn á morgun. Ég er mjög stressað fyrir honum. Já, leikur í hverju? Meistaradildin í fótbolta. Já. Já, ég sé, þú ert alveg að skýta í það að spennu. Nei, ég veit ekkert fótbolta. Nei, á morgun keppa eitthvað 2 stærstu lið í heimi, Real Madrid og Manchester United. Já. Það er líka skemmtilega leikir í kvöld, það er Celtic að spila á heimaðalli, ég hlakka til að sjá það. Og fleira, þannig að að gera að tjekka á því. Ég vil þakka öllum fyrir hlustunina í dag. Búið að vera sannur heiður að vera með þér, Þórunn. Takk fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig, sérlega. Já, við erum búin að fara hér yfir víðan völl og mikið fjör. Hann verður mættur hér á morgun, hann Pétur Jóhann Sigfússon. Og hann er nú alltaf í stuði. Rikki G mættur hér í stúdíóið og verður með ykkur til 9 í kvöld. Takkið vel á móti honum. Eitthvað sem þú vilt segja hér í lokin, Þórunn? Herði bara lifið heil og farið vel með okkur. Vel gert. Sprengið ykkur á súbu. Já, étið yfir ykkur og lifið heil. Ég ætla að stila þessu, þetta er mjög gott. Við ætlum að enda þetta á lagi sem að kemur Þórunn Antoni í gýrin. Hún vildi hafa þetta sem lagi á leiðinni heim og já, þetta er bara virkilega gott lag. Heyrjumst á morgun. Bæta við takmörkuðu magni miða á Sónar Reykjavík. Ekki missa af James Blake, Square Pusher, Trent Muller, Gus Gus, Retro Stesson, Múkisson, Pachenga Boys, Simian Mobile Disco, Ásgeir Trausta og yfir 40 öðrum hljómsveitum og listamönnum í Hörpu 15. og 16. februar. Miðasala á harpa.is og miði.is. Túborg Léttöl, Icelandair og Fjarkortið. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Ertu að hugsa að skella þér í bíó? Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækjurðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Föstudagur Stöð 2. Það er komið að því. Úrslitastund í Masterchef eldhúsinu. Fyrsti meistarakokkur Íslands verður valinn á föstudag á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 5125100 eða bara inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegði. Það eru hagkaup og heimilistæki sem færa þér Masterchef Ísland á Stöð 2. Mistir það af dagsbirtun í dag? Engar áhyggjur. Það er nóg af henni í næsta sólskíli. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Túborg kynnir. Klassik kvikmyndakviss öll miðvikudagskvöld á Egilspub Austurstræti. Tilboð á Túborg og allt að frétta. Léttöl. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.
Frestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Topp tónlistarstöðin. Pink sem á fyrsta leikinn hjá mér í kvöld er ekki ekki að tekja við að FM 95 Blö voru saman Öddi og Þórun Antonija í þetta skiptið. Þátturinn fer inn á vísir.is mjög svo fljótlega. Við hér hins vegar saman í boði Castello Pizzeria til klukkan 9 og það er eitt og annað sem við ætlum að taka á, ef við getum orðað það svoleiðis.